Hvað einkennir allar lífverur? Við getum líka spurt hvað er að vera lifandi? Hver er lifandi og hver ekki? Við getum verið nokkuð sammála það að steinn er ekki lifandi á meðan hundur er klárlega lifandi. Svo eru sumir sem að jafnvel halda að eins og plöntur séu ekki lifandi, en þær eru það svo sannarlega. Það eru nokkur atriði sem að einkenna allar lífverur. Allar lífverur hreyfa sig. Þá gæti einhver sagt að plöntur fara ekki neitt, þær eru kjurar. Það er alveg rétt. Þær hreyfa sig ekki úr stað, en plöntur hreyfa sig. Þið getið prófað að taka til dæmis blóm út í glugga, taka mynd af því, snúa því við, þannig að það sem snýr út í gluggan snúi inn, bíða svo í sólarhring eða 2 og taka svo aftur mynd og þá hefur blómið eða plantan snúið laufblöðunum í átt að sólinni. Þannig að plöntur hreyfa sig þó það hreyfi sig ekki úr stað. Allar lífverur bregðast við áreiti. En bregðast við áreiti er að gera eitthvað þegar að skynfærin segja því eitthvað. Við bregðumst við áreiti með því að hrökkva í kút ef einhver bregður okkur. Svona augljósasta viðbragðið við áreiti. En við bregðumst við fullt af öðru áreiti líka. Við færum okkur ef við skynjum hættu. Við borðum ef við sjáum eitthvað sem okkur þykir gott að borða. Og svo framvegis. En hvað gerir planta? Jú, hún bregst við sólarljósinu, meðal annars. En plöntur bregðast líka við eins og vatni. Ræturnar vaxa í átt að vatni ef þeir finna vatn. Og svo framvegis. Allar lífverur vaxa. Það segir sér nokkurn veginn sjálft. Þær afla sér allar fæðu. Sumar lífverur borða, sumar lífverur búa fæðuna til sjálfar eins og plöntur með ljóstillífun. Aðrar setja út einhvers konar meltingarensím og leysa matinn út fyrir utan sig og sjúga svo næringarefnin inn frumhimnuna. Þetta á aðalega við einfruma lífverur. Allar lífverur þarfnast orku sem þær fá í gegnum fæðuna eða með fæðunni. Allar lífverur losa sig við úrgang. Það þýðir ekki að það eru kúk og piss allar, en þær skila frá sér einhverjum úrgangi. Meira sé að við losum frá okkur meiri úrgang en bara kúk og piss. Við öndum frá okkur koltvísýringi. Koltvísýringurinn er ákveðin úrgangur. Við svitnum, losum úrgang með svitanum og svo framvegis. Allar lífverur æxlast. En það er að búa til afkvæmi, fjölga sér. Það er ekki allar lífverur sem að stunda kynlíf í þeim skilningi og í raun bara maðurinn sem gerir það. En lífverur fjölga sér ýmist með kynæxlun þegar 2 eða kynfrumur 2 einstaklinga koma saman og búa til okfrumu sem vex upp og verður að nýjum einstaklingi. Og svo kynlaust þar sem að ein fruma bara skiptir sér. Eða eins og hjá plöntum þegar ræturnar vaxa mynda það sem kallað er renglur eða eitthvað álíka og það vex upp ný planta, svo getur hitt jafnvel brotnað og þá eru komnar 2 plöntur. Það sama ef við tökum afleggjar af plöntu þá verður til ný planta sem er í raun nákvæmlega eins og svo fyrri. Og allar lífverur eru gerðar úr frumum. Einni eða fleirum. Sumar lífverur eru bara gerðar úr einni frumu. Sumir gætu sagt að allar lífverur deyi og það ætti að vera á þessum lista. En það er ekki rétt. Flestar lífverur deyja einhvern tímann. Það er engin lífvera sem lifir endalaust. En það eru til lífverur sem að hætta að vera til dæmis bakteríur og frumdýr sem að skipta sér. Þá hættir gamla fruman að verða til. Hún verður að 2 nýju, hvorug nýja fruman er í raun gamla fruman, þannig að gamla fruman hætti að vera til en hún dó ekki. Hún bara skipti sér. En þetta er það sem að einkennir allar lífverur.